Þá höldum við áfram þessari kosningaumfjöllun okkar hérna á N4 eða kosningaviðtölum, kannski réttara sagt. Næst þá ætlum við að tala við góða gesti frá Bjartri framtíð, verið velkomin. Takk fyrir, gaman að koma. Kannski bara byrjum á þér. Staða Bjartrar framtíðar núna, vissulega sleit stjórnarsamstarfinu og hérna virðist vera að mæla illa í kosningum núna. Hversu heldur þetta sé? Það eru nokkrar skýringar á því. En við höfum samt fulla trú á því að við séum á uppleið og það pláss fyrir okkur í íslensku stjórnmálum og skoðanir okkar og við höfum fengið góða viðtöku þeir sem eru að fást við en við sjálfsögum erum að koma út úr erfiðu stjórnarsamstarfi og það hefur enginn komið vel út úr stjórnarsamstarfi Sjálfstæðisflokkinn svo vita sé og það má segja að það sé svona nokkru leyti hafi þeir sem að kusu okkur síðast voru ekki ánægðir með þessa niðurstöðu á ríkisstjórn en það var full reynt að mynda ríkisstjórn til vinstri og flokkar þar sem vildu ekki fara í ríkisstjórn þannig að þetta var eina lausnin sem var til og við tókum þá ábyrgð að fara í það samstarf til þess að mynda starfhæfa ríkisstjórn. Eru þið þá svolítið svekkt með það að þið hafið einhvern veginn tekið á skarið og reynt að mynda einhverja ríkisstjórn af því að landið þurfti á því að halda og síðan einhvern veginn fórnarlömb Sjálfstæðisflokksins í kjölfarið með niðurstöðuna? Sko, ég get ekki verið svekkt með það sem við höfum gert í þessari ríkisstjórn og ég held að Sjálfstæðisflokkurinn fái iðulega of mikið vægi í því hvað vald hans svolítið pumpað upp. Horfum á það til dæmis í dag verið að kanna umhverfisviðhorf flokka. Það eru flokkar að fá falleinkunn í loftslagsstefnu til dæmis og þar á meðal Sjálfstæðisflokkurinn. Okkur tókst í þessu ríkisstjórnarsamstarfi að eignast þann besta umhverfisráðherra sem Ísland hefur séð held ég bara frá því það embætti var til. Það hefur verið gengið fram í friðun lands, það hefur verið gengið fram í stefnumótun í loftslagsmálum og allt mögulegt sem að þetta gátum við gert og þetta gerðum við. Þannig að það er ekki hægt að segja að við höfum einhvern veginn farið algjöra sneypuför í þessu samstarfi. En það sannarlega var ekki vinsælt en það Björt framtíð ekki stofnuð til þess að verða vinsæl, hún stofnuð til að gera erfiða hluti og í mínum huga þá erum við að fara í gegnum breytingaferli í íslenskum þjóðmálum og erum búin að vera að því í 10 ár bráðum og þetta svona eins og fæðingarhríðir að það er svona farið að þéttast á milli þeirra ef við horfum á alþingiskosningar sem hríðir að þá núna ekki nema ár síðan síðast og ég hef enga trú á öðru en að þessar hríðir verði harðni bara frekar en hitt ef við ætlum að reyna einhvern veginn að setjast núna bara í íhaldið og segja nei við breytum engu, við ætlum bara að halda áfram eins og allt var. Fólk ekki sátt, þeir sem að annars vegar ertu með fólk sem hefur það mjög gott og vill bara einhvern veginn sinn stöðuleika áfram, síðan ertu með sérstaklega komandi kynslóðir og unga fólki sem bara einhvern veginn að glíma við mikinn bara ómöguleika í alls konar og hefur enga hlutdeild í þessum gæðum sem að það er svo mikil kynslóðaskipting í gæðunum á Íslandi og það það sem ég segi alltaf pólitík í dag ekkert hægri vinstri, hún fortíð, framtíð, hún opið lokað, hún satt og logið og ef við horfum á ungu kynslóðina þá hún að bera gríðarlega skarðan hlut núna eins og staðan það sem sagt það svo allt annað að vera 60 ára og eldri og stóri meiri hlutinn þar með háa eignarhlutdeild í sínu húsnæði og siglir tiltölulega á svona lygnan sjó á meðan að við erum með unga fólki sem að sér ekki alveg vinnumarkaðinn sem að það vill taka þátt í, sér ekki húsnæðismarkaðinn þar sem að það getur þrifist og svona hvar mitt framtíðarland? Fyrir þá kemur einmitt landsbyggðin inn í þetta líka skilur, hvaða búsetuskilyrði á landsbyggðin í dag fyrir ungt fólk að flytja, af hverju unga fólki okkar ekki að flytja á landsbyggðina, hvort sem að það heimtíð sín eða bara prófa að búa þar. Það svona kannski líka svona taktur svolítið að kem ég úr norðausturkjördæmi og það svona svolítið sveltistefna í gangi. Það svona, já þið fáið þetta bráðum og kannski en við þurfum náttúrulega bara að klára að byggja upp okkar innviði og það á ekkert að þurfa að senda alla sveitarstjórnarmenn í hverja einustu viku til Reykjavíkur til að biðja ljósleiðara eða hvort það á að koma rafmagn eða skilur hvað á að gera. Þetta á bara að klárast og
fara að einbeita okkur að lifa lífinu hérna út á landi, sko. En talandi að því varst að tala lýðræðið sjálft og hvernig það virkar og þessar breytingar. Þjóðin náttúrulega dálítið ólík. Það ekki allir eins og ekki allir með sömu skoðanir og þeir kjósa sína fulltrúa inn á Alþingi sem að þjóðin síðan treystir til þess að leysi þessi mál með einhvers konar samtali og samvinnu. Og ég meina það, við getum hort á skoðanakannanir núna og hugsað bara aftur að fara að verða stjórnarkreppa meðan við þessa niðurstöðu. Hvaða ábyrgð hjá þeim sem að fólki kýs til þess að eiga í einhverju samtali og samvinnu og nálgast hvort annað og útskýra það fyrir sínum kjósendum án þess að kjósendur kannski upplifa að þeir hafi verið, því að ef þú fær ekki hreinan meirihluta þá þarftu að díla. Það er bara þannig. Þarna erum við komin aftur í bara gamalt og nýtt og fortíð og framtíð að sko 4 ára lúpa, þar sem þú kýst einhvern veginn og læsir þig síðan í eitthvað samstarf til 4 ára, gerir samning einn dag sko og birtir hann og svo koma sko 4 sinnum 12 mánuðir og alls konar gerist. Og það eru eldri öflin í pólitíkin eru ekki tilbúin til að endurskoða afstöðu sínar. Þar er bara sagt sko það var kosið hérna og við fengum þetta umboð og við ætlum að gera þetta. Þannig mér finnst sko, og það er akkurat þetta, hvaða ábyrgð berðu. Ég sé voða mikið framundan einhvern veginn því miður, sko, hvað hefur fólk sýnt í verki? Það talar að breyta vinnubrögðum, það talar að auka samtal, það talar að vinna saman. Núna er svolítið að þetta eru svona turnar sem eru núna í þessum skoðanakönnunum, það er hérna og það er hérna. Og síðan er bara einhvern svona eyðimörk hérna á milli og þá ekki að teygja neitt saman. Og ef það er eitthvað sem kannski má segja okkur sé refsa fyrir Bjartri framtíð, þá er það að brúa þetta bil. Að segja að það verður að byggja brýr og þú getur ekki bara staðið upp á fjallsbrún hér og fjallsbrún þar og garga, þú verður að fara eins niður og svo verður að byggja brú og pólitíkin þarf að læra þetta. Og kannski við almenningur líka. Svona gerir fólk í lífinu, þú þarft að brjóta odd á álætiðinu og tala við hina, þetta er allt fólk. Þetta er ekki allt draumaprinsar í boði. Nei. Hvort sem það er í kosningunum núna, Nei, það er engin fullkomin í þessu. Af hverju erum við með þetta meirihluta bara yfir höfuð? Af hverju erum við ekki með meira Viltu þá sjá bara minnihlutastjórn Já, til dæmis? Við í Bjartri framtíð, við höfum mikið talað fyrir því að horfa á annars konar vinnubrögð og þvinga fram þessa samvinnu með því að segja að þú getur ekki bara setið í skjóli meirihluta og bara þjóstna þér áfram og kannski það svona partur af því að við vorum til í að taka hennar slag með minnsta mögulega meirihluta að láta á það reyna hvort að fólk var tilbúið að svona opna aðeins og teygja fram hendur og svona vinna saman en þá er það bæði meirihluti og minnihluti sem fara bara í þetta gamalkunna stríð. En það náttúrulega, maður heyrir það samt í umræðinu að fólk er líka mjög margir svekktir með það að það sé bara yfirleitt kosningar, að það hefði að bara hversu mikið að skaði að setja allt í stopp og fara í kosningar og hvort að það gerir og að treysti jafnvel ekki Bjartri framtíð til þess að fara þá aftur í ríkisstjórn vegna svo hún geti ekki haldið því saman. Já, en þá erum við að kíkja á það sko, hvað gerðist, af hverju erum við að kjósa? Jú, við ákvaðum að slíta þessu stjórnarsamstarfi vegna ákveðna bresta í trausti og heiðarleika sem eru okkar gildi, þannig að við vildum ekki vinna áfram undir því en við slitum í sjálfum sér ekki Alþingi. Og það var svolítið skrítið að það tók ekki nema 24 stundir að þá voru meirihlutinn flokka á Alþingi búin að ákveða það. Förum í kosningar. Já. Af því að sjálfum sér voru 63 þingmenn sem sátu áfram á Alþingi og gátu mynda nýjan meirihluta. En það var engin vilji til þess, það var ekki einu sinni rætt saman. Nei. Þetta var náttúrulega bara svona algjör vattaskil hjá okkur hvað það varðar að horfa upp á það að stjórnvöld sé að fara lengt með það sem almenningur á rétt á, að það sé verið að hygla völdum í landinu á kostnað eins og í þessu tilfelli þolenda ofbeldis og sumt bara getur maður ekki kvittað undir og það var það sem við sögðum. Við getum ekki tekið þátt í þessu, við getum ekki unnið með þessu fólki. Nei. Og auðvitað er það sem við erum að horfa á núna til framtíðar líka. Ég meina maður mun ígrunda það mjög vel með hverjum að vinnur áfram. Að lokum, við erum með spurningar frá áhorfendum og ég er hérna með vel alltaf eina. Hver er áhersla Bjartrar framtíðar á rafrænar samgöngur? Já, það er mjög auðvelt að segja það að við þurfum að náttúrulega uppfylla okkar samþykktir varðandi loftslagsmál og við náttúrulega höfum verið mjög framalega í því og umhverfisráðherra hefur unnið að því að við sagt að við þurfum að
rafbílavæða eða fá umhverfisvæna samgöngur inn í okkar samfélag. Ekki rafræna samgöngur? Já, fyrirgeðu. Ég heyrði internetinu nefnilega, ég veist að hvert er maðurinn farinn? Rafræna samgöngur geta náttúrulega verið á bílum, en en fyrirgeðu, ef við komum að því að þá er alveg ljóst að við þurfum að bæta samgöngur okkar rafrænar við útlönd. Við þurfum að geta flutt meira gagnamagn og fengið meira öryggi í flutninga þessa sæstrengi sem við erum með. Svo þurfum við náttúrulega að tengja, sko, þetta er eitt af stóru landsbyggðarmálunum, að hvernig til dæmis varðandi atvinnu og framtíðar atvinnu ungs fólks og ekki síst ungra kvenna, að þá horfum við náttúrulega mjög stíft á það að þessa samgöngu verða við lagi. Rafmagn og internet er bara, þú veist, það er alveg sama. Ef maður hefur ferðast með úling þá veit maður það verður bara verið hægt að hlaða og svo verður að vera hægt að komast á netið. Maður getur líka verið 40 ára í það. Já, algjörlega og hérna það er bara framtíðin og það er það sem þarf og á því munum við byggja og þetta er náttúrulega í raun bara ekki eins og framtíðin, þetta er nútíðin og þetta þarf að laga sérstaklega hvað varðar landsbyggðina. Takk fyrir komuna bæði tvö og gangi ykkur vel en við ætlum að halda áfram hérna í kosningaumræðinu okkar hérna eftir augnablik.